heldur núna, já, helgina, hvað ég segja, hátíðlega. Við komið allir saman og hittist og sýnið gripina og svo framvegis. Já, nú hérna 14. landsmótið okkar hérna á Selfossi. Já. Og 20. landsmótið sem við höldum. Já, aðeins. Fyrir hvenær stofnið þið þennan klúbb, fólkbílaklúbb? 1977, þannig hann 40 í ár í ofanálag, þannig að... Já. Það er fagna. Það er mars að fagna. Já. Heyrðu og býttu nú við, þetta byrjar núna, þetta er í dag 23. júní, föstudag. Já, byrjar í kvöld, þá förum við bílarnir koma bænum eitthvað 8, þá söfnumst við saman eins og vennilega við Sepp. Og förum þaðan 8:30 í hópkistli gegnum bæinn. Já, og þú segir... Og endum á gesthússvæðinu. Akkurat, þú segir Sett, það er hérna, þegar þú kemur yfir Auðlösabrúna og kemur að Hringtorginu, þá beygir til hægri. Já, við komum þrengslinu undar, við komum þeim meginn frá. Þið komum þrengslinu undar? Já, við reynum að, svona, það var gert til þess að vera ekki ómikið fyrir allavega. Já, akkurat. Tíma, í mestu trafíkinni. Já, akkurat, þetta er heilmikil hersing sem að ég hef nú séð ykkur. Þetta er rosalega, þetta er skemmtilegt. Já, þetta er mjög skemmtilegt og þetta er yfirleitt svona, það hefur verið undanferðin ára alveg 100 bílar sem fari í gegnum Selfoss upp á gesthússvæðið. Já, akkurat það. Allir alveg hreint fagur bónaðir og vel greitir allir. Já, allir með brygantín í hárinu og eitthvað. Já, þetta er bara eins og það á að vera. En hérna, þú segir 100 bílar af öllum auðvitað tegundum? Já, öllum tegundum, amerískum og euróskum. Já, hvað eru að tala um svona, ef þú veist, hvað eru að tala um svona elstu árgerðina? Það verður ekki í kringu 1930 eitthvað svo leiðis. Já. Það er nú tölum. Það er þetta árið. Já. Nefn að Sverrir mæti á Gútel, ég veit ekki. Já, akkurat og þetta er nú vantilega, sko þetta er fórbílaklúbbur Íslands, svona sem nær þá náttúrulega yfir landi alls saman, eru menn duglegir að skrá sig og vera með? Já, það er, við reyndir höfum enga skráningu skild á móti, sko. Nei. En bara mæta, en það hefur yfirleitt verið. Það er svona 200 bílar á laugardeginum og mikið fólk í tjöldum og húsbílum og svoleiðis. Koma alls staðar að landinu? Já. Auðvitað. Ég veit að það eru konni hérna Austfirðingar. Ok. Það er frábært. Og svo er það helgin, já, þess að þetta byrjar í, mætingin svona klukkan 6, segiru? Nei, já, í dag. Já, í dag, föstudag? Já, þá byrjum við, sko, við söfnum við saman niður við Sett, eins og ég sagði, 8, sko. Akkurat, já, 8, já. Ok, það er 8. Keirum svo í gegn til að setja þetta svona. Já, ég er með ykkur að vitla þessi tímastingu. Og svo er á morgun, laugadagur, þá náttúrulega er svona stærsti dagurinn í þessu? Já, það er stóri dagurinn okkar. Þá byrjum við hérna upp úr hotdeginu með bílasýningu og margt skemmtilegt. Hann er morgun verið að hlaðbár þarna strax í fyrirmálið? Já, fyrir okkur svona hérna, já. Fyrir árísula? Já. Og svo er hérna frá klukkan 9 ykkur uppröðun á röðu bílunum upp hérna á svæðinu. Gerum klárt. Og fólk lappar og skoðar og spjallar við eigendur og svona fær sögu bílsins kannski? Já, þetta getur alveg mikil stemming. Sérstaklega menn eru duglegir að vera við sinn bíl og fræða fólk bílinn sinn. Ég veit að þessir eigendur þessara bíla, þessara forbíla, þetta eru, ég búið að vera sömu eigendur í áratugi. Já, sömu bílunum, já. Þeir þekkja söguna, þeir alveg út í gegn. Það er skemmtilegt og svo líður dagurinn hérna og það er náttúrulega ykkur markaður á svæðinu. Já, skottmarkaður sem við köllum, þá menn kom og selja eitthvað á skúrnum og við seljum öflur hérna í tjöldinni hjá okkur. Og handverk og... Já, það er handverksfólk að selja hérna í tjöldinni hjá okkur og svolítið. Og svo er lært fyrir börnin. Já, það er skemmtilegt. Og hoppukastalag. Já. Þetta verður mjög skemmtilegt og þetta er heilmikil svona dagskrá sem eru með þegar þetta sem ég er að skoða hérna í höndulega, þetta stendur núna eitthvað fram eftir kvöldi svo. Já, þetta er svona, dagurinn og morgun er svona opinberlega til 5-6 og tekur svona við meira innan heilags. Þetta er gert hérna svona gleðistund fyrir félagana bara hérna á kvöldið. Akkurat. Heldur betur að harmór einhver leikur? Já. Er það þá í, þetta bara úti? Við? Já, ég er bara í tjaldinu hérna hjá okkur. Já. Félaga bara í klubnum sem... Já, hérna er gesthúsum. Já, bara hérna, við erum hérna á tjaldstæðinu, bara stór tjöld. Akkurat það. Þar borðum við saman og hlustum á harmoníkurnar og slis. Og þetta stækkar alltaf, það ekki alltaf einhver aukning á þessu svona frá ári til árs? Það hefur verið það, undanfærin ár.
kannski bara aðeins að standa í staðin, svo veit maður aldrei hvað skeður. Veðri spila náttúrulega stóran hlut svolítið í þessu. Auðvitað gera það. Og alltaf vera að koma nýjum í andlit, náttúrulega. Já, sjáum alltaf ykkur að nýja að koma. Og oft nýjugerðir bílar að koma í fyrsta skipti hingað. Já. Því að grunum það verði núna eitthvað svo leiðis. Og eiga svona forbíl er náttúrulega heilmikil töluveri vinna. Já, það er náttúrulega að koma honum upp getur verið mikil vinna ef að menn gera hann alveg upp sjálfur. Alveg frá grunni. Já, svo náttúrulega eiga hann sinn honum. Já, akkurat. Bóna og struka. Já, nákvæmlega. Og eiga góðan bílskúr. Já, það er nú eiginlega svona, það er betra. Góða aðstöðu til þess að ganga í þetta verk alls saman. Já, þetta er skemmtilegt, landsmót forbílaklúbs Íslands núna helgina. Gesthúsum Selfossi. Já, það má kannski geta það bifreiðaklúbbur Suðurlands, það býður upp á kjötsúp í kvöld þegar við lendum hérna á staðinum. Já, það er ekkert annað. Þeim sem kom kiflinu og þeim sem verða hérna. En svona aðeins aftur að þegar þið hérna keyrið allir saman, býtu á hvaða tíma er það aftur sagðirðu cirka? Við förum frá 7:30. Ok. Söfnumst það saman 8 og förum svo, þá koma eiga bílarnir að koma úr bænum. Já. Þeir fara frá hérna mjólkurstöðinni á Hálsi í Reykjavík. Svo skemmtilegt að sjá ykkur. Þetta er upplifun að sjá þessa bílaröð. Þetta er svolítið röð. Já, þetta er mjög skemmtilegt, virkilega skemmtilegt. Lönin hann hjá Seðalveg frá hann skemmtistanum og niður úr er eiginlega bara alveg fullt. Já, nákvæmlega. Í 2-földri og 3-földri röð. Já, akkurat. Gaman aðeins og ég segi bara góða skemmtun helgina, Þorgeir. Takk fyrir það. Og bara til hamingju með þetta allt saman. Já, takk. Og þið bara ég góða helgi og kæra þakki fyrir spjallið. Já, takk sömuleiðis. Allt í mína góða helgi. Já, bless. Já, bless.